daginn, Ísland og Íslendingar. Það er FM 95 BÖ sem heilsar ykkur í nýrri viku á þessum gullfallega mánudegi. Björn Bragi með ykkur í eina viku í viðbót, þannig að þátturinn verður FM 95 BÖ í eina viku í viðbót áður en að Auðun Blöndal kemur aftur úr sumarfríi. Og með mér í dag er nýr gestastjórnandi Anna Svava. Nýr? Eða þú veist, nýr síðan fyrir nokkrum vikum. Já, hæ. Hæ, og velkomin. Ótrúlega gaman að vera komin. Er það ekki? Jú. Ég er búinn að sakna þér, þú ert búinn að vera erlendis. Já. Hvað varstu að gera úti og hvenær komstu heim? Hvenær komstu heim? Föstudaginn. Og hvað varstu lengi úti? 2 vikur. Hvað varstu að gera? Ég var, segja dagurinn. Þú ert ekki að segja dag fyrir dag, sko, bara svona típiskur dagur. Ágrip af ferðinni. Típiskur dagur, má ég segja það? Þú vorst að spyrja mig. Já. Ok, þá vaknaði ég, borðaði. Við höfum ekki meiri tíma fyrir þessa ferð. Fór í sólbað og svo var leikhús á kvöldin. Leikhús á kvöldin? Varstu ekki á Ibiza? Jú, ég var í Frakklandi, Suður-Frakklandi. Suður-Frakklandi? Já. Ef við segjum bara, hvað er... Rétt hjá Avignon. Ætlar að segja Bordeaux? Já. Ok. Nei, hvað? Það heitir ekki neitt, þetta var bara svona hús. Suður-Frakkland? Bara svo hljómikið eitthvað svona exotic. Svo, er ég leiðilegur? Já. Fyrirgefðu, ég ætla ekki að gera lítið úr ferðinni. En í alvörunni, segðu mig frá hérna mömmuðinni. Nei, tjók, ég hef engan áhuga. Ég hef áhuga á ferðinni, fyrirgefðu. Já. Þú fórst í leikhús á hverju kvöldi? Nei, en mjög oft. Ok, frábært. Já. Varstu með góðum vinnum þarna? Og ég er latínobrún. Já, nei. Jú. Það er ofmat, þú ert meira eins og svíi sem er búin að vera úti í einn dag. Þú ert svona fallega ljósærð og svo ertu rjóð í kinnum. Já, latínobrún. Latínobrún, það er mesta ofmat sem ég hef heyrt. Allavega er ég mikið geðveitt sumbolafar, eða bikini-buxunafar. Ok. En ég sé það ekki þegar þú ert í þessari grænu mussu. Ég skal sýna það eftir. En já, ég er mjög ánægður að fá þig hingað. Þú ætlaði nú að vera hérna meira, en svo ákvaðst að stinga af til útlanda. Já, ég glemdi, ég var búin að lofa að vera hérna. Já, en það er alltaf lægt því að þú ert komin núna og við ætlum að vera með góðan þátt. Já. Og strax hérna eftir örstuð skilabóða ætlar Andri Freyr Viðarsson að kíkja í spjall til okkar. Í alvörunni? Já, heldur betur, hann er bara að banka dyrnar, hann að ég ætla að henda í þessi skilabóð svo við getum byrjað að spjalla við Andra hérna innan skams. Sól, rigning, sól, skiptir ekki máli. Krössers klikkar ekki. Krössers ískaldur þeitingur á KFC. KFC, svo gott. Hraðpenningar bjóða núna upp á. Let me show you some stuff. I'm retired. Just for old time's sake. Warner Bros. Kynir The Dark Knight Rises. I'm telling you, you're retired. I'm retired. Dark Knight Rises, frumsýnd 25. júlí. FM 95 BÖ á FM 95. I'm gonna get you wet. I'm gonna make you. Það held ég nú, þetta lag heitir Champagne Showers og það er eitthvað sem að þú annars á að kannast við að fara í sturtu í kampavíni. Já, ég var mjög fúll þú lækkaði niður þessu. Það er ekki. Akkurat komið hérna autotune hérna. Þú veist akkurat komin á þrekhjól bara og byrjuð með spinningtíma hérna inn í stúdíónu. Já, komið tattoo. Já, nákvæmlega. En við erum komin með góðan gest strax á upphafsmínútum þáttarins og það er engin annar en sjónvars- og útvarps-legendið Andri Freyr Viðarsson. Velkomin. Hvað segir þið gott? Fínt, þið? Finnst þér ekki skrítið að vera að tala í útvarpi hérna á FM en ekki á Ráðstöðu? Nei, ég hef komið áður hérna, sko. Er það? Já, þess vegna var ég mættur hérna áður en þið komið. Það er mér svo gaman síðan þið verið hérna. Verður þú aldrei brúnn? Verður þið bara svona rauður? Já, ég er bara rauður. Ok. Ertu ekkert búin að vera út í sólinni í sumar? Jú, alveg fullum maður. Já, þú ert rjóður. Já, ég veit það. Ég er svona lax, kalla mig laxinn. Já, þú ert kallaður laxinn. Já. Hefur ekkert verið í ljós? Einu sem fyrir ljós. Hvenær? Það var, ég veit nákvæmlega hvernig það var, af því það var þegar hérna tvíburartönnarnir hrundu. Ég var að hlusta á útvarpið og... 11. september 2001? Já. Nei. Jú, ég get svarað. Og ég var bara í hálfnaða tíma og var alveg að drepast og hitta og hlusta á útvarpið og svo bara... Herri, það eru beinar útsendingar í sjónvarpinu, bara út af því. Ég rauk út með heim spólunni tækið. Á hann eða. Spól? Tókst þetta upp? Ég tók þetta upp. Af hverju? Þetta er sögulega viðburður. Myndið þið ekki vel eiga þetta á... Þetta er til á alnetinu. Ég veit það, en ekki, þú veist, það sem Íslendingarnir er að segja. Merkilegt, gerur þetta við... Ég hef aldrei gert þetta á þér, en þetta var bara eitthvað svo mikið, sko. Og hvað þetta er. Spólinn í tæki, ég var bara allt í einu komin, bara ég var orðin 5 ára og segði þetta. Tímavél. Já. Já, ég er nefnilega, sko, vandamál við spólurnar, sko, ég tók, þú veist, það var alltaf eitthvað á þeim fyrir, sko. Þannig að maður þurfti eitthvað spóli yfir þennan, nei, ég vil eiga þennan þátt, ok, ég get tekið upp á eftir þessu. Ég tekið upp inn í hálftíma, svo byrja þetta. Einmitt. Þú veist, þetta er það sem að krakkarnir í dag kannast ekki við, sko. Nei, það voru Nirvana tónleikar á þessar spólu, sko. MTV Nirvana tónleikar. En hefur Þeir eru svo góðir. Það er rosa góðir. Þeir eru ennþá góðir. Það er rosa góðir. En hefur einhvern veginn hort á spóluna síðan? Nei.
Nei, nákvæmlega. En við getum gert það einhvern tjón. Já, við getum gert það, en þetta var svona... Og ég samt ömulegt, þetta var hittast og horfa á þetta. Ég með franska osta og það var gaman að þessu. Núna, næsta 11. september, Já. þá á ammælinu. Hvað er ammæli? Hvað er þetta? Þá eru 11 ár síðan. Það er klökkur, hann er ótrúlega þessi drengur. Alveg ótrúlega. Þetta er ekki bara sætur. Nei, Hætti þessu því þau. Úslega klár. En hérna... Þú verður bara náður í kæristu. Rólegana. Verða að fara að gera. Síðan hér er það ég sem spyrir spurningana, ekki þú. Þú setur hærra uppi í skrifborðstólnum. Ég er á tökkunum, má ég að slökk við þér eða? Já, gerðu það. Ekkert svona. Herru. Ég er einmitt með þetta vald líka, ég er í einu bútastætti og ég er með svona stelpu líka sem er alltaf... Er hún erfið þig? Já, hún er mjög erfið, en ég get alltaf lækkað og... Já, þú ert á tökkunum. Sett lag í gang og... Hefur einhvern tímann gert það þegar hún er komin inn á eitthvað viðkomin braut og bara slökku henni? Já, ég get það sko. Þetta er eitthvað sem ég veit að margir menn væri til í að geta gert við konunnar í lífi sínu. Ef ég ætti fjastring á þig, Björn Bragi, þá myndi ég taka mute-takkan og taka hann af, þannig að þú væri bara fastur í mute. Nei sko, þú varst einmitt að tala um áðan að það væri svo erfitt að tala um mig. Já, reyndar. Af því að ég hlusta, ég samt er ekkert að tala sjálfur. Nei, þú horfir ekki nógu mikið augun á manni þegar maður tala við þig. Ég er svo feimin. Ég heyrði einhvern tíðan að það er sérst að ef þú horfir í augun okkurum, þú ert að tala við hann eitthvað, eða þú ert að mæta einhverjum og leiðum sem þekkir ekki og starri augun á honum, það er sama tilfinningadæmi sem verður í gang og ef þú kissir einhvern ókunna. Er það? Já, mjög erfitt með að horfa í augun á fólki þegar það er svona lappa fram með mér. Ég líti alltaf niður. En fáið ekki svona, finnst ykkur ekki þegar þið mætið einhverjum með mitt og gefið augkontakt sko að þið þurfum svona að kinka kolli? Jú. Og svo oft gerir maður svona þetta er Mér finnst betra að segja bara hátt og snjallt, góðan daginn, þá er það bara búið þessi spenna á ganginum. Ég er bara svitnaði til. Það er líka sko, þú veist, ef þú mæta einhverjum, þá býðum maður, þannig að koma svona 5 til 7 metra frá. Þá sem við góðan daginn, þá eru síðustu 7 metrar svo auðveldir ekki, þetta er svona góðan daginn, þá höfum við eitthvað að gera. Já, maður sér hann úr góðri fjarlægð, lítur aðeins niður, lítur aftur upp, býður góðan daginn, lappa framjá. Bara segja daginn. Eða sælir. Eða taka síman, það er mjög klassist hjá mér. Já, feikar síman. Ömurlegt. Ég er fáránlega feimin þegar kemur á svona. Þú virkar ekki feimin hana. Nei, en ég er það. Ég er hættur við úlinga, ég fer alltaf hinum á göttuna þegar ég mæti úlingum. Er það? Já. Af hverju? Ég bara treysti þeim ekki. Ég held alltaf þess að ég var að gera eitthvað við mig og... Að rekja þig? Já, og svo þegar maður er komið framhjá sko, þegar maður er að hlusta á músík eða eitthvað, þá lækkar maður inn og hugsa alveg, ok, nú er þetta að kasta ykkur í mig, nú gerist eitthvað. Ok, nú verð ég að segja, ég veit við að tala um annað við andra, en ég var ein í París fyrstu nóttina þegar ég fór út. Og ég hugsaði, já, ég ger eitthvað skemmtilegt kvöldið, nema ég hótelið mitt var einhver Harlem hverfi og bara rónar og geð. Og nema það var bara brúðarkjólabúðir á götunni. Allavega, svo hugsaði ég að ég labba bara þannig ekki myrkur. Þá fyrir ég inn á hótelið og les bóka eitthvað. Nema þá kom einhver unglingar og hendu kýmverum í mig. Hæ? Þannig séu þau? Já. Þetta er stórhættlið. Bara svona sem sprengja. Þetta er stórhættlið. Þetta er samt eitthvað... Hendu kýmverjum í þig? Já. Þetta er mjög undarlegt. Gera unglingar í París þetta? Í þessu Harlem hverfi, bak við lestastöðina. Þetta er svolítið svona... Þetta er meira svona jolly hrekkur, hendi einhverjum flugeldum í þig. Já, ef ég hefði verið að labba með einhverjum þá hefði ég, eitthvað, en ég var einn. Þá hefur dansað í... Já, en ég leit svona niður og bara strunsaði áfram og bara ekki berja mig. Ég lendi, stuttsaga, svo getum við að fara að tala um hvað annað, en þá lendi ég núna daginn, þá var ég í klippingu og vinkona mín er að klippa hérna í þarna sem hamburgerfabrikan er. Já. Hvað heitir þetta, Dóttur? Sjoppan eða Slippurinn eða eitthvað svona álíka? Nei, já, turnin hann, já. Já, þar. Og svo er ég að koma út. Beautybarinn, nákvæmlega. Og þá er einhverju 2 strákar, svona 10 ára strákar, sem voru að leika sér í hurðinni sem fer svona hringurðinni. Festu þig? Nei, þeir voru bara eitthvað og sláðu mig, þá kölluður eitthvað á mig, sögðu eitthvað svona, Andrei, eitthvað svona, hei, Andrei, eitthvað, og veifa bara. Og ég panika svo, ég hljóp inn á Serrano og ég var ekki eins og svangur að neitt og ég sá þau voru ennþá úti og ég keypti mig burrito bara og beið í alvörunni. Það veist hvað þær hefði getið gert, lokaði inn í hurðinni. Ég veit það. Shit. Ég hefði dáið. En voru þeir ekki bara að vera vinnalegir og vildu spjalla við það? Jú, en ég var ekki viss. Ég bara hef aldrei lent í einhverju svona vissinni við úrlinga eða krakka. Þú ert ekki með svona lítið hjarta eins og við 2 hérna hinn við borðið. Ég var að keyra ömmu heim í fyrradag helgina og þá var einhver svona úrlinga fyrir utan og segi, hei, þetta er Celeb og komur svo lappað af bílnum og ég bara setti í gír og struns hendi ömmu út og svo settum við undir raðastæðan. Drögglaði út! Já. Takið ömmu! Takið ömmu frekar en mig! En þetta sko, allt sem þið hafið sagt fyrir utan kínverðina, þú veist, þetta er bara fólk að nálgast ykkur og vill bara spjalla. Hvað? Við viljum ekkert spjalla.
Já. Ég ætla að vera með svona skilti, sendu mér e-mail. Já. Við höfum ekkert þetta fólk að segja. Það sem við höfum þetta fólk að segja, segjum við í útvarpinu, í sjónvarpinu og annað á sviði. Það heitir bara prívat. Þá fokkið ykkur bara. Láta okkur í frið. Herri, þú ert bara að gera þátt. Já. Segðu okkur frá hann, hvað er hann? Hann er, sem sagt, ég er bara að fara á, bara svifa að pakki og þarna Andra á Flandri, tók hringinn. Já. Nefna núna er ég að fara sem sagt á slóðir Vestur-Íslendinga. Já. Svo, það kom eitthvað þáttur í middiltíðinni sem að hétt aftur Andraland. Andraland, já. Andraland. Það var hérna það var Reykjavík. Já. Mjög góður. Takk. En þetta er basically bara svona flandur, skiluru, Vesturheim. Þetta heitir bara Andra á Flandri, Vesturheimur. En nú ertu ekki einn eða hvað? Nei, ég er með KK, hann kemur með mér. Hann sem sagt leysir af Tómas, hundinn sem var með mér. Má hann ekki fara nema það fara í sótkví? Já, og það er vissinn. Já. Hann er svo gamall og hann ræðir ekkert það, sko. En hver passar hann? Mammans. Ég er ekki mammans. Nei, hann á ekki. En þú átt hund? Nei, við erum bara félagar. Maður á ekki alltaf vinni sína. Nei, ég held í alveg þú ættir hund. Nei, maður á ekki alltaf vinni sína. Einu sinni sagður maður ættir. Hanna Tómas er sjónvarshundur. Já, þetta er sjónvarshundur. Hann er bara í sjónvarpi. Já. Ég var ekki að tala endil um hann, en einu sinni sagður mér. Já, ég er frútt að lafa með hundin eða eitthvað. Já, ég var með hund, sko, í einhverja 2 mánuði eitthvað. Þá ætlaði ég að taka af mér sérst hundin hans Múkisson, en hann var bara geðveikur. Hundur hans Múkisson? Það var hundleðilur og ég eiginlega kom honum í aðra hendur. Hvernig var hann bara illu balinn? Já, hann var bara ekkert upp balinn. Múkisson er náttúrulega líka rockstjarna, sko. Já. Það er ekkert, sko, uppeldið hjá þeim. Ekki til. Nei. Ekki til. Já, en sérst, ég flýg á morgun til Minneapolis. Já. Og keyri þaðan alveg til Winnipeg. Já. Hvað er langt? Það er einhverjir 800 kilometrar eitthvað. Og þetta er, vestur Íslendinga slóðir, það er einhvers staðar í Kanada, er það ekki? Jú, líka í Bandaríkjunum. Já, það er í Minnesota. Það er svona krummaskuði sem er svona eiginlega mest í svona vestur Íslendingabærin í Bandaríkjunum. Já. Þannig við fyrir þangað og líka í Minneapolis þá var svona eitthvað svona smáttur í vestur Íslendinga. Og hvar grófstu allt þetta lið upp og er eitthvað varðið í þetta? Já, þetta er rosalega mikið af fólki, sko. Þetta er náttúrulega sko 1800 og eitthvað, þú veist, ég er að fara að kynna verða mála eins betur, þess vegna er að fara út þessu ferð, en 1800 og eitthvað, þá sem sagt fóru út 16.000 manns af 88.000 Íslendingum. Já. Og þetta er náttúrulega búin að fjölga sér bara eins og ég veit ekki hvað. Já, það er bara eins og 70.000 manns færi núna. Og þeim finnst við ógeðslega cool, sko. Já. Þú veist, þeir bara eins og mafíósa finnst, þú veist, Ítalía töff. Við erum föðurlandið. Við erum föðurlandið, sko. Já. Og þeir eru alveg óhygga bara með límnað á bílánum sínum bara I'm from Iceland og Icelandir og allt þetta og tala íslensku, sko. En hvernig ertu búin að undirbúða undir ferðina? Bara búin að ringa í fólk og bóka heimsóknir og svona og svo fór ég nú á Vesturfarasetrið og einn helgi þar. Já. Og lesa sér til og svona og skoða. Og hvað verður lengi? 16 daga. Gaman. Já. Þú verður að setja myndir á Facebook. Já, ef þú veist ég var að bleiku núna, sko. Þegar við lendum í Minneapolis það var 34. hitti og 78% raki og kanadísku miðlarnir voru að segja okkur frá því að það er Mosquito Explosion í gangi akkurat núna. Já. Sumir kalla þetta Mosquito Boom. Mosquito Explosion er geðveikt nafn á hljómsveit. Geðveikt. Það er til svona armband sem þú getur verið með. Virkar ekki. Þetta er bara B-vitamin og eitthvað spray, sko. Ég er öll út í örum hérna, eftir Afríku. Þegar þú kemur heim, Andri, þá verður bara eldrauður og sko líka doppótur eftir spytt. Spæðipilsa bara. Ef þú kroppar í spyttin, ég gerði það alltaf. Já, ekki að gera það. Nei, og ég er með svona ógeðslega ljót ör og líka á löpunum. Já, það sagði mér sko, eitt læknir að, sko, þetta er ekki læknisráð, en þetta er bara svona undir borðið, sko, að maður ætti að setja magnil í hérna svona vatn og leysa upp alveg fullt og svo að bitin þá skellur þið í sárið. Og taka B-vitamin áður nú ferð. Já, ég er búinn að vera að taka alveg og hérna. En er ekkert þetta fælda burt með að bera eitthvað á sig? Þeir eru með eitthvað spreyðað núti. Sko, ég hef bara sagt ykkur það, ég hafði mynd af Facebook, þú var kannski síðan, því ég var út í Afríku, ég tók einu svona allt moskítódrasli mitt og sett á rúm og tók myndaði, þetta er bara næstu heilt rúm, arbönd, spray, krem, kerti, eitthvað, ég var bitin í klessu. Já. Hafið þið farið á svona B-vitaminkur? Já. Nei, akkur 5 ára svo leiðis. Ég veit hvað það tala um. Já, þvægið. Lyktin af landinu er svaðaleg. Ógeðslega. Og þetta verður svo gullt. Gullt og pissa bara appelsinu. Af hverju farið á B-vitaminkur? Af því að flugunar vilja það ekki. Já. Þannig að maður á að taka alveg helst mánuðan maður fer. Ég held að miðað við sko lyktina af þvæginu og allt þetta
að við erum allir að taka þetta strákarnir sem erum að fara út í þessa ferð. Engin stelpa? Engin stelpa. Ég held að sko ef maður mígur á hvern annan út af lyktinni sko, af því að þeir vilja meina það að þú veist svitinn og svona, það er B-vitamin í því. En ef bara strákarnir myndi taka sér til að pissa alltaf á mig fyrir tökudag, ef maður nýkomur sturtu og er að fara út og vinna, bara þessi skemmtileg seremóni, það sest maður í sturtubotnum, þetta mýg yfir sig. Já, þú getur líka tekið það upp og sýnt það á netinu. Nákvæmlega. Eða pissa í glas og haft það á hótelinu? Ég held nefnilega enginn hefur gert þetta. Ég held að þetta sé eitthvað svona leyndarmál sem að áttur aukvita. Eða sumir gert en tala ekki um það. Já. Ég held að fullt af fólki gerir þetta. Þú eru bara ekki að tala um það. Er það marglitur og svona, eða fara á því, þá míga það? Ég var að lesa daginn að það er ekki... Ég var líka að lesa þetta, það virkar ekki, þetta er bara eitthvað í alvörunni? Já, þetta er eitthvað Friends eyðilagði þetta bara. Friends, nákvæmlega. Að pissa á löppu ef að marglita býtur mann. Að það sé bara kjaftaði, sko. Ég vil samt halda þig, þú mér langar að prófa að pissa á hvern. Ég væri ógeðslega mikið til í eitthvað, vera með okkur á sjó. Míða mig, ekkert mál. Þetta er aðeins erfiðar fyrir stelpu. Nákvæmlega. En hvenær verða þættirnir svo sýndir? September. Ég man ekki alveg hvernig, en eitthvað tjónu. Já, þið ætlaði að vinna þetta hratt bara. Já. Verður Káká með svona bakgráttónlist í bílnum eða ertu að keyra? Já, Káká einmitt sér svolítið mikið tónlistina. Og hann er alltaf með gítarinn á sér og munir nú að spila fyrir mig og svona. Spila saman eitthvað líka. Eru þið félagar? Við náttúrulega vinnum í sama húsi. Já. Þannig að þú veist bara eitthvað, herru, getur þú leist, það er einna hundur sem að, hann getur ekki farið að það þarf verið sóttkvík ef þú kom í staðinn fyrir hundin. Einmitt, þú eru bara að þegja og spila, lítið fyrir að fara og reyna að hafa gaman þessu. Hann er yndislegur. Er það ekki draumastarfið? Já, ég held það líka. Við erum alltaf notið það miklu vinni, sko, ég má kalla hann bara K. Og ég geri það, sko. Það er ekkert mál, sko. K. En hvernig er lífið að vera orðin sjónvarpsstjarna en ekki bara útvarpsstjarna? Ég var að segja þér, bara ég er skítrættur bara við krakka og úlinga og... Já. Nei, þetta er... Bara einn taugarhrúga. Þetta er svaka fínt. Svaka fínt. Yndislegt líf. Annað er eitthvað sem þú vilt segja á andra áður en að við kveðjum hann? Nei, ég hlakka bara rosalega til að sjá þetta. Já. Ég hlakka til að sjá bara líkamann þinn þegar þú kemur tilbaka og moskítóbitinn. Já, ég kem kannski við hérna á sinni þér. Já, það væri mjög gaman. En við þakka þér kærlega fyrir komin og óskum þér góðs gengis úti. Hei, má Andri velja lag? Já, en ég get ekki spilað næst af því ég er svo lélegur að taka hana. Ég er ekki, er það með Hall & Oates? Djöfull væri ég til í það samt. Já, það er æðislegt. Kannski einn góðan við þetta, þá mun FM spila Hall & Oates. Þeir kem næst. Já. Topp tónlistarstöðin. Mér finnst alltaf þegar ágúst er að koma þá verður svo sorgmandi hjartanu og þá finnst mér eins og sumar sé að vera búið. Mér finnst eins og sumar sé búið líka. Ég veit það. Það er samt ekki búið, það er óslega mikið eftir. Það er rétt, það er langt frá að vera búið og líka eitt sko. Þú veist, þú veist, er ekki hlýrra í dag heldur en fyrir svona einhverjum 10 árum sko. Þú veist, mér finnst þess að sé sumar alveg út þá í október. Það er alveg bjart, skilur við. Já. Þú veist, ég menn eins og Airwaves, þá er alveg hlýtt og svona gott loft og eitthvað svona. Já. Já, við erum ekki með þessa neikvæðinni. Við eigum að vera hérna, þú veist, það mánudagur. Það er alltaf bara, leða Vestlubunarhelgin búin, það er sumarbúið, nei. Já. Ég ætla að fara í útilegu í september. Já, þá tjöldum við bara einhver starf. Við þurfum bara að koma með góða tjaldtæla og hamar til þess að negla það í frosna jörðina. Já, bara upp í Ártúnsbrekku. Já. Það er tínu svetti. Varst þú aldrei í Ártúnsbrekku þegar þú varst unglingur? Nei, ég er samt úr Orbanum. Ég veit það. Já, ég var ekki í Ártúnsbrekku. Að gera hvað? Slástu Fossvoginn? Nei, sko, þú varst þú upp á einhver vikingatíma eða eitthvað. Við erum að slást Fossvoginn. Nei, við Fossvoginn, okkur svona gengi úr Fossvoginnum og gengi úr Árbanum, svona slagsmál og svo voru líka gengi úr Kópavoginum og þá var maður í Fossvognsdalnum. Ég man eftir einu, sko, þá var Gaur úr Árbanum. Snjóboltastríð og svo kom Gaur úr Fossvogi og þeir voru að fara að slást og svo var eitthvað vinir hans og ég og einhverju strákar að horfa á og svo byrjuðu þeir að slást og svo var þeir bara svo þreyttir báðir og stóðu bara og bara ekkert að frétta sko, þeir voru búin að reyna að skipta það frá með höggum og ekkert í gangi og svo bara einhvern veginn leystist þetta upp og þeir voru bara þreyttir til að slást eða þú veist ekki að það náttúrulega er mjög líkanlega erfitt að slást. Það er líka langt að labba þarna niður til fyrir báða. Já, náttúrulega Fossvogskurinn hefur auðvitað verið þreyttur eftir allt labbið sko. Þetta var nefnilega upp í Árbæ sko. Já. En herðu, ég ætla að segja þér frá allt öðru.
Já. Ertu tilbúinu? Ég held mér fast. Ok, hérna í dag er 1 ár frá því að Amy Winehouse dó. Ói. Það var 23. júlí 2011. Og eina sem ég geti hugsað núna er Kurt Cobain. Akkur? Ég veit ekki, og þetta hann dó líka. Ekki í dag. Nei, en ég elskaði hann meira. Já, ég líka. En finnst þér ekki... Var hann líka 27 ára, eins og hún? Ég skal fletta þið upp. En mér finnst svolítið eins og, sko, mér finnst þess að það sé miklu lengra síðan hún dó. Já. Er það bara mín upplifun eða... Nei, mér finnst einmitt að sé bara styttra. Nú, hvað finnst þér eins og þessi langt? Bara svona 8 mánuðir. Já, en ekki 12 mánuðir. Æ. Herru, Kurt Cobain var líka 27 ára. Já. Já, þau voru hann öll eitthvað, Jimi Hendrix og Jim Morrison og Janis Joplin og eitthvað svona. Ég er nefnilega hugsaði þegar ég var 27 ári fyrra, þá hugsaði ég kannski degi í ár, en svo var ég ekki nóg frægur. Ertu ekki nóg mikið snillingur? Róleg. En herru, ég er sko í tilefni af þessu árs, því að það sé ári liðið frá andláti Amy, þá tók ég saman nokkra staðreyndir hana. Því ég hef svo gaman að staðreyndum. Já. Og nokkrar eru aðteklisverðar. Eða sko, fyrsta staðreyndin var reyndar að hún var 27 ára þegar hún dó. Ég er búinn að segja það. Ok. Hún var bara 1,58 á hæð. Nei! Jú. Eins og amma. Já. Það er fáránlega lítið. Það er nokkuð lágvaxið. En maður tók ekkert sérstaklega eftir út til hún er svo grönn líka. Hún samsvaraði sér nú mjög vel. Og að því hún var með svona beehive. Já, hún hefur örugglega verið jafn há ég 1,63 með hárið. Nei, hún hefur verið hærri. Af því að þetta beehive, sem ég veit ekki hvað maður á að kalla á íslensku, þú veist toppurinn hana, þetta býflugnabú sem hún var alltaf með, það var stundum alveg upp í 15 cm hátt. Nei. Jú. Er þetta ekki þungt við hún er alltaf með hausverk? Og það var líka býflugnabú í því. Nei. Herðu, hérna, Lady Gaga... Var þetta staðreynd númer 3? Þetta var staðreynd númer 3. Lady Gaga sagði einhvern tímann að það væri Amy Winehouse að þakka að hún væri svona vinsæl. Sérst að Lady Gaga sjálf væri svona vinsæl. Nú? Hún hefði svona rutt brautina fyrir hana. Já. Hún vildi svona þakka Amy fyrir það. Ok. Og svo var hún bara það að Amy Winehouse... Mér finnst þetta lélegasta. Já, nei, næsta er lélegust. Okay. Amy Winehouse vann 3 Grammy-verðlaun fyrir bestu plötu lag ársins og besta nýja plata ársins. Nei, þetta er betur en hitt. Með Lady Gaga? Já. Og hún segir einhverju viðtali eitthvað. Ég meina, ef að þú er ekki hitt, þú veist... Önnusögu. Nei, hvern? Það ég aldrei komið staði í uppstandi. Já. Eitthvað svo leiðis. Í einhverju einu viðtali og það væri bara eitthvað að koma á Viki. Á Wikipedia? Já. .org. Fannst þetta þar? Nei, ég googlaði þetta bara. Já. Ég treysti internetu fyrir öllu, sko. Ég líka. En viltu heyra lag með Amy Winehouse? Já. Þá skulum við skella í það. Rehab með Amy Winehouse. Yndislegur listamaður. Yndislegur listamaður sem hann lést fyrir 1 ári síðan. Hræðilegt. Það kennir fólki að blessuð sé minning hennar. Halda sér burt frá eiturlyfjum og áfengi og svona. Já, og vera duglegt að fara út að hlaupa. Já, eins og þú ert að hlaupa. Eins og ég. Ertu alltaf að tala um þetta? Nei, það er alltaf lægt. Þú veist, mér finnst maður með að tala svolítið sko, þú veist, hreyfingu, eða þú veist, og svona, heilbrigðan lífstíl. Já, en sko þetta er rosalega langt. Marathon. 42 kilometrar. Já. Ég ætla að hlaupa 10. Ætlar að hlaupa 10? Ég er að spá í þið, sko. Ekki spá, bara gera. Já, menn ég er að spá í að æfa mig ekkert fyrir það. Nei, þú getur það líka alveg. Já, ég get hlaupið 5, skilur við, bara í ræktinni, þannig að þá líti ég ekki að hlaupa 10. Já, og líka, ég meina, þá bara lappar aðeins ef þú ert orðin ógeðslega þreytt og bara skokkar hægt, skilur, og röltir. En þannig, ég hleyp þá bara fyrir þig, skilur við. Hleypur fyrir mig? Nei, ég ætlar að náheitum á mig? Nei, ég styrki krabbameinsfélagið. Já, eins og ég? Já, þína síðu. Já, ég skil þig, ok. Þú semst lýsir stuðningi við áhættusöfnun mína? Já. Ég er svo ánægð með Anna. Ég ætla að vera samfélagið 10 km djók, þú hleypur okkur miklu ræðar. Nei, ég veit nefnilega, ég held við séum ræst út á sekundum tíma, sko. Það er nefnilega eitt sem ég bara vissi ekki, sko, því ég hleyp alltaf bara svona kvöldin og eitthvað svona. En sko, einhver sagði mér að marathon, ég nú hef ég aldrei farið í marathon áður, sko. Akkur byrjar ekki að hlaupa hált? Því að það er bara go big or go home. Ok, samt svolítið klikkun, ja. Einhver sagði mér sko að marathoni færi fram klokkan eitthvað 9 eða 20 mínútur í 9 morgunin. Já. Þannig ég þurfti að vakna klokkan 5:30 morgunin og borða, fattaru. Já. Og ekki bara þennan morgun, heldur ætti ég að gera nokkra morgna fyrir hlaupið, fattaru, til þess að vera vanur því, fattaru. Já. En málið er, sko, ég hef ekki sofnað fyrir miðnætti síðan ég var svona 9 ára, sko. Þannig ég veit ekki alveg hvernig það verður þessi vika. Nei, þú verður bara að byrja einn daginn að vakna alltaf snemma, þá verður orðin þreyttur. Já. Og setja síman bara á silent og... Ég er að spá ef ég get fengið herbergi á Elli heimili og get bara svona sopna kannski 10 á kvöldin og vakna svona 4 á nóttinni. Já, og sopnaði yfir gufunni og það er svo þægilegt. Já, ég held að sé mjög ljúft að vera gamall og bara í chillinu, sko.
Já, ef maður með góða líkamlega heilsu. Já, þú veist, ok, já. Ég kvíði allavega ekki því að vera gamall. Nei, býtu, hvenær þetta aftur? Nei, þetta á menninganótt. Já. Ég fyrir brúðkaup. Þetta morgunin, sko. Já, ok. Ég veit ekki hvað maður lengi að keyra í brúðkaupið. Nei, þú skokkar marathónu og svo ferði þetta. Hvað er í lengi að hlaupa 10 km? Svona... Klukkutíma? Já, cirka. Eða þú ert í ekkert, eða svona brastilega formi. Já. Ok. Það er ekki. Lýst þér ekki á þetta? Já, sko, núna er ég búin að segja að ég ætla að gera það, verð ég að gera. Já. Þú ert búin að lýsa því hérna yfir í beinni útsendingu af F957. Já, en þá má ég líka réttlega að ég verða að koma ný í íþróttaskó. Mér langar úr slí, en í tímum er... Gerðu það? Já. Það er líka að það er svo gott að hlaupa í góðum hlaupaútbúnaði. Ég ætla að tala við vísakortum mitt á eftir. Já, gerðu það. Þetta var hlaupahotnið okkar í þættinum. Fyrst við erum að tala um þetta, þá ætlum ég að segja öllum að fara inn á hlaupastyrkur.is og heita á hlaupara. Ekkert endilega mig, bara einhvern hlaupara, þegar ég er alveg dottinn inn í þetta, öll þessi góðu málefni annars, sko. Það er mjög mikið af góðu málefni annars til styrkja. Já. Íslendingar eru svo duglegir í svona. Já, við erum það. Já. Það er magnað hvað það safnaðist mikið í fyrra og á að safnast meira núna. Já. Herru, þetta er orðið góðgerðarmálumna þátturinn. Við ætlum að henda í nokkur skilaboð áður en við höldum áfram og ætlum meðal annars að hrekkja Auðun Blöndal. Hvernig finnst þér það? Ég er til. Þú ert að hlusta á FM 95 Blö á FM 957. Bæði áhuga fólk góðar eftirhermur. Já, það. Er það ekki? Jú. Ég er allavega. Jú, ég er það líka þú segir það. Já, við erum búin að í síðustu viku og þar síðustu viku heyra 2 rosalegar eftirhermur af Bubba Mortens og af Dengsa. Og hver er Dengsi? Það var í Hemma Gunn Hemmi minn, þannig að Latti. Já. Og þú ert rosalega góð í að herma eftir mömmans Audda. Já, ég hef nefnilega fengið þann heiður að hitta hana. Já. Og reyndar alla systurna líka, og geðslega skemmtilegar. Og þú nærði henni fullkomlega. Já, eða þú veist, yfirleitt allt sem ég tek af mér, ger ég það vel. Já, af því að þú ert leikona. Já. Og þú ert náttúrulega method leikona, þannig að þú settir þig alveg í hlutverk mömmans Audda í, hvað var ekki árið eða eitthvað svo leiðis? Nei, þetta byrjaði fyrir 8 mánuðum. Já. Og þú ert búin að lifa og þú ert búin að vera mammans Audda í 8 mánuði. Já. Ok, við slum ekki aðeins ígeta aðeins, en ég hef mikið búin að fylgjast með henni, ég er búin að hringi hana, ég er búin að hitta hana. Já. Allt til þess að geta hrekt Audda, til þess að hringi í hann og vera mammans. Ég langar svo að ná honum á svona vulnerable stað, þar sem hann er bara, mamma, mér líður illa, eitthvað svona alvöru takkan. Og stinga hann á kraft í bakið. Já, með gafli. Já. Þannig að nú ætlum við að hringja í Audda og þú ætlar að vera mammans. Ertu tilbúin? Já, já, hringdu bara, ég er að koma fyrir kartir, hringdu á meðan. Viltu að ég sé Auddi í smá stund þannig að þú veist... Nei, ég er búin að... Þú er bara að koma að frumsýningu. Þú langar að komast í póker og drikk. Ég er bara að vera Auddi svo ég líði eins og sett mamma. Já, nú ertu bara að stressa meira. Ok, frumsýning. Ég er að hringja. Já. Já. Auðun! Já. Þetta er mammainn. Nei, sælar. Hæ, hvað er að gera? Hvað er það? Þetta er mammainn Auðun minn og ég þarf að fara út með pókana. Glæsilegt. Náður þér kærustu? Síðustu helgi? Ég beði að helsa þess skýrsa. Ég heyri þér eftir. Tekin Auddi! Það er ekki ógæðslega fyndið. Stórkostlegt. Djöfull varstu tekin í bakaríið þarna. Þú varst svo tekin að þú varst bara út á götu bara eitthvað ógvuð, það er verið að taka mig. Eftir öll þessi ár sem þú ert búin að vera að fokka í fólkið, þá fékkstu það margfalt tilbaka núna. Líka úr símanúmeri sem ég hringi úr í daglega. Þetta var svo vond. Þú gleiftir svo við þessu, þú hélst þetta væri mamma þín. Ég held þetta væri maga þín. Við myndum með þannig, ég gefur þér það. Face! Heyrðu, en samt, hvað ert að gera? Hvað er að gera? Já. Ég er bara hérna sumafríast. Já, en hvað ert að gera í sumafríinu? Bara hitt og þetta, sko. Nei, ok, segð mér hvað ert að gera í dag, skilur. Ég skal segja hvað ég ger í dag, svo. Já, ég er að fara í ræktuna eftir svona hálftíma. Já. Og eftir það er ég að fara í afmæli hjá litla frænda mínum í Hafnarfirði. Hvað er hann gamall? Hann er 20. Hvernig eru þið? Hvað er það að gera í dag? Er eitthvað stemning á okkur? Við ætlum ekkert að reyna að toppa þig. Ég er að reyna að hafa þáttinn lélegan svo þú lítið vel út. Það var fólk ekki til 3. ágúst. Já. Það er fallegt að þér. Þegar þú kemur aftur með látum. Þá leit ég mig líka hverfa eins og Batman í 8 ár. Nei, þú ert á málundum. Það er ekkert. Andskotur. Herru, það var gaman að heyri þér samt. Já, takk fyrir hennar stórkostlega hrekk. Ég heyri að þetta er í góðum höndum. Mamma, en byrja að hilsa! Sorry hvað við tókum þig illa.
Ég verð að fyrirgefa það. Takk fyrir. Bye. Þið að hlusta á FM 95 með Birni Braga og Önnu Svövu með ykkur til klukkan 6. Anna, síðast þegar þú varst hérna með mér fyrir, já, það er nú nokkrar vikur síðan það var. Já, við erum bara búin að hlaupa saman undirferðið. Já, nákvæmlega. Þá tókum við fyrir séð og heyrt, sem sagt heyrst hefur. Já, það var ógeðslega skemmtilegt. Já, þá hringdum við í Íslendinga og komumst að því hvort að þetta er satt. Og fyrir þá sem að fletta ekki séð og heyrt blaðinu, þá er þetta sem sagt, þetta er framanlega í blaðinu þegar það kemur svona eitthvað annars á að sást vera að drekka kaffi á miðvikudaginn. Sem væri lygi því ég drekki kaffi, en það gæti alveg komið í blaðinu. Já, það gæti komið það, því að eins og við höfum sannreint, þá er þetta ekkert alltaf satt. Nei. Þannig að nú ætlum við að slá á þráðinn til nokkura Íslendinga. Já, ég er búin að opna hérna. Ok. Við langar að hringja til dæmis í, já, byrjum bara. Ok, hver? Hérna Jón Ragnar. Jón Ragnar Jónsson, ok, það mólum hann. Já. Já, halló? Jón Ragnar. Já. Herðu, þetta eru Björn Bragi og Anna Svava hérna á FM 95. Já, út á þættinum. Já, heyrðu, við vorum að skoða séð og heyrt. Ertu búin að sjá nýjast séð og heyrt? Þetta geggjall í krónunni hana. Já. Já, hvað varst það ekki? Er þetta satt? Hversu geggjaður smóli er þetta? Sko, þetta breytir miklu í lífi margra að fá að vita þetta. Sko, nú ætlum ég að segja hlustendum, það stendur hérna að þú hafir verslað í krónunni í Hafnarfirði og þú hefur gengið út með þungan poka í eintölu. Ok, fyrstulega, er þetta satt? Þetta er satt, ég get staðfest þetta. Hversu þungur var pokinn? Sko, hann hefur sjálfsagt verið einhver 10 kíló. Vá, slitnaði hann? Það var ekki 10 kíló. Sko, góðvinur minn, hann Emil Hallfreðsson. Já. Spila knattspyrnu á Ítalíu. Nú? Hann var að fara aftur til Ítalíu, þannig að við strákarnir svona, hei, strákar, ekki að grilla og chilla. Hefur ekki kaupbókslega mikið mat og gefa honum? Já, sem við sendum hann með. Já, íslensku lakrís. Gef mikið svona íslensku dóti og hérna, þú veist, gef mikið að seriósi. Já, nei, ok, þið fóru að grilla. Já, við vorum að grilla og chilla. Já. Heima hjá þér? Nei, reyndar ekki, heima að Bygga Jó. Já. Að Byggi að vinnu minn, sko, hann er aðalmaður með Kaffakrika. Ok. Hérna, og ég fór með Atla Guðna sem var hvað sem besti, sem sagt, leikmaður fyrri umferðarnar á fótbolti.net. En ekki nógu merkilegur til að komast í séð og heyrt, ok, áfram. Já, hvað er málið við það? Okkur var hann var með mér á kassanum, sko. Já, komdu þér að loka punktinum, Jón. Já, þetta er ekkert merkilegt, ég er bara að segja eitt. Er þetta ekki merkilegt? Við keyptum bara eitthvað kjöt á grilli og ég keypti, ostaköku og, ís ársins líka. Og að vera að gera vel við sig. Já, en komst þetta allt í eitt poka? Já, ég held það. Þannig að þú hefur ekki verið að kaupa gos? Veistu hvað, ég hugsaði þegar ég las hana móla, Jón. Hvað? Típiskur Jón að tíma ekki að kaupa 2 poka og dreifa þyngdinni. Ég hugsaði hann hefur drepið einhvern og sett hann í hann poka, þess vegna er þetta frétt. Hafðir þú samband við séð og heyrt sjálfur? Já, ég sendi henni þetta mynd á þess að ég ætlaði að reyna að fá hann að 15 skallur á fossíðuna, sko. Já. Er það komið upp í 15? Nei, ég veit ekki hvað það er maður, 5.000. Við þökkum þér kærlega fyrir, Jón. Ertu góður annars bara? Já, ég er flottur. Takk maður. Herðu, ég er að spá, ég hringjum henni Ólaf Darra. Ok. Það stendur að hann hafi sést einn á rölti með stór heyrnartól á leiðinni frá Þingvöllum til Grímsness. Er það ekki einhver hefur löng leið? Já, var hann labbandi? Já, ég veit ekki. Spyrum hann. Hæ, þú er ná sambandi við Ólaf Darra. Býtu að hlusta á rættuna. Endilega skildu þetta skilabóð. Takk. Lestu þér skilabóðin? Og hann langar að hlusta á þetta aftur, þetta var ótrúlega sexy hann í lokin. Endilega skildu þetta skilabóð. Ég meil langaði að skilja þér meira skilabóð. Já, mér líka. Langaði að skilja þér nærbúsuna minnar. Róleg. Nei, ok. Herru, hvernig hringjum við næst í? Muggisson, út af því að hann hefði fengið sér kaffi á Kjarvalsstöðum. Ok. Rólegur Muggisson. Góðan daginn. Það hljóma svolítið kjánarlega en ég er eiginlega hættur að nota síman. Já. Og get því miður ekki bókað neitt meira sennilega út á árið. En þú þarft endilega að ná í mig, sendu mér e-mail á muggisson@gmail.com. Hi, this is Muggisson. Þetta er á ensku líka. Probably best to send me an email on Muggisson. Það var aðeins að hugsa áður en að tala enskuna, sko. All the best. Vá. Séð og heyrt hotnið okkar varð eiginlega svona talhófshotni. Já, bara við Jón. Er eitthvað meira merkilegt þarna? Blub, 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 nei,
Nei. Nei, við náðum allavega Jón og heyrðum 2 góð talhólf. Þetta var ömurlegt horn, en ég mjög fein við gerða það. Já, við fengum allavega að vita þungapókarns Jóns. Til að hlusta á FM 95 Bíó með Birnir Braga og Önnu Svövu til klukkan 6. Þetta alltaf stuttu þáttur, svo gaman hérna. Ég veit, það verið meir en hálfnuð. Herðu, hérna FM 95 Bíó, eða mér, var að berast skilaboð með hugmynd að lið sem að það var að Stefán Atli sem að sendi hugmynd að lið sem að mér finnst mjög skemmtileg sem að hafa svona jákvætt horn þar sem fólk getur hringt inn. Bíddu, hefur Öddi ekki verið með að þetta hringin og kvarta? Jú, hann mitt í skilaboðunum segir að þetta væri svona til móts við tuðhornið sko. Já, ég til í það, gerum það. Svona jákvætt mánudagshorn. Og bíddu, hvað heitir þá þetta horn? Viltu ekki koma að nefna það? Það heitir knúshornið. Knúshornið, það er ekkert væmið það. Eða knúskringlan, af hverju þarf þetta að vera horn? Erum við útvarpi? Ég veit það ekki, sko. Þú veist, knúskrókurinn. Knúskrókurinn? Það er mjög skrítið, sko. Velkomin í knúskrókinn. Hvað hefur þú fram að færa? Ég veit ekki með það. Herra, ef að taka hann inn rétt á eftir og þannig að kannski hlustendur geta þá hugsað eða þeir vilja þá svona vera að hrósa einhverjum það ekki? Eða svona tala jákvætt eitthvað. Já. Það er skattamálakerfið. Já, eða eitthvað aðeins skemmtilegra kannski. En fyrst ætlum við að fara í annan fastanlið sem heitir Barnalandið eða Lífið í Barnalandi. Já. Eða Land of the Children eins og ég reyndar fekk allt innu nafnið eftir að hann var svona international. Langaði bara að gera það. Ok, herru, þú ert kona annars á það. Já. Þannig að ég fæ núna kvenlegt innsæi loksins. Ok. Ég veit ekki hvað þú fara að gera. Nei, þú veist bara í svona í þessum málum sem að ég hef fram að fara. Ok. Úr því sem er að finna á bland.is. Ertu tilbúin? Ég er tilbúin. Fyrst er það Andi. Já, ég er ekki ég segi eitthvað strax. Nei. Ekki segja strax. Hún segir ég er brjáluð með 2 upprónumerkjum. Er það hástafið líka? Nei. Svo segir hún fæturnir á mér eru búin að minnka 1 númer og ég á 100 pör af skóm sem eru allir of stórir. Er þetta eðlilegt? Hvers vegna minnka fætur á fullorðnu konu? Er þetta hægt? Hvað er hún gömul? Ég veit ekki. Sko, geta fætur minnkað? Nei, nú er nokkra vinkonur mínar börn og þær hafa eiginlega allir lent í því að þær nota kannski 37 og svo eru það búin að eiga, þannig að það er bara 38 og þetta er mjög mikil kostnaður, það er bara henda allir skónum. En byrju, skreppa er ekki aftur saman? Nei. Nú? Nei. Akkur stækka fæturnir? Ég veit ekki, kannski verða svo þungar. Flytst út, nei, ég veit ekki, þetta bara er algengt í alvörunni að eftir eins og eyrun. Þú ættir að vera læknir. Eyrun hætti aldrei að vaksa. En fæturnir hætti að vaksa. Já, en þeir stækka, ég hef aldrei heyrt minka, en það er mjög gott fyrir minku í hjá svo konu, þannig að nú ætlum ég að ráðleggja henni. Bómull. Já, ok. Já, það er alltaf skárun að þeir stækki. Og það er að kaupa innlegg líka, bara í Hagkaup. Já. Bara alveg gegnum allan skóin, þá minkar það hálfnúmer. Já, nákvæmlega. En svo geti líka verið, fyrir ekki að ég var að tala rosalega mikið þetta, það geti líka verið, hún hafði grenst. Og hún var bara kannski með fitu á tánum. Já, þú veist, þá hefur hún þurft að grennast svona 100 kíló til þess að minnka skónúmer. Eða 60, hún tekur það ekkert fram. Ok. Við veitum ekki allar upplýsingar en þetta mál hefur verið leyst. Herðu, það er CrossFit sem að spyr. Innri barmar, bandstrykk, skapabarmar. Já. Sælar dömur, ég er að velta því fyrir mér hvort einhver hafi farið í lítaaðgerð í kjallaranum og látið taka... Sko, ég hugsaði strax að vera svo fyndið að framkvæmi lítaaðgerð í kjallara í heimahúsi. Það er mjög sveit. Allavega hún er semst að tala sköpin. Og látið taka af innri skapabörmum. Ég er nefnilega að fara og vantar smá upplýsingar frá þeim sem að fara í svona hvort að það var þess virði eða hvort að var það eitthvað flottara. Vil ekki fá neinn skítkost. Já, svo segir hún. Ok, ég er algjörlega, sko, ef það er eitthvað að þarf að fara í svona aðgerð út af einhverju, þú veist, en útlýslega... Þetta hljómar er svo fegrunaraðgerð. Já, fyrir ekki að ég veit ekki, sko, ok, núna má alveg einhver lemja mig, en come on. Mér finnst líka svolítið fyndið, sko, Kallmenn myndi aldrei gera þetta til mér. Ég er að fara í svona aðgerð og langar að vita hvort það er þess virði eða hvort það var eitthvað flottara. Þú veist, hún er ekkert eitthvað ég er að hugsa að fara í aðgerð. Hún er nú væntanlega að hugsa það. Já, ég veit ekki. Ég myndi aldrei, fyrir mitt litla líf, gera svona. Í kjallaranum? Nei, aldrei. Það er engin eins og það er fallegt. Já, það er rétt. Við fögnum fjölbreytni. Já. Hér í FM 95. Ég sá einhvern tímann, sástu það? Það var eitthvað svona svaf. Þannig að sástu það var eitthvað svona listamaður sem tók semst mót af kynfærum kvenna
með einhver gifsi. Já. Sástu þetta var heimildamynd eða eitthvað verk. Og gerði bara heilan vegg af mótum af þessu. Og í alvörunni, ég vissi ekki að það væri svona ólíkar. Já. Það ótrúlegt, það enginn eins í heiminum. Þetta magnað. Og það bara frábært. Já. Þetta ótrúlegt. Herðu, þá það Rikka... Nei, við erum ekki búin að tala sem að, sko, þetta svolítið langt, ég ætla bara að segja frá því sem að fjallar Hún allavega með leigjendur í íbúðinni sinni. Já. Og leigjendurnir hennar byrjaðar að leigja íbúðina út til túrista. Nei. Jú. Ég í smá vandræðum hvernig ég get snúið mér varandi litla íbúð sem ég að leigja downtown og hún að sjá þessa íbúð auglýsta á vefmiðli fyrir túrista. Vá, hvað þeir eru sniður sem að leigja íbúðin hennar. Já, ég veit ekki hvort það sniður rétt orðið. En ég held þetta megin náttúrulega ekki. Nei. Ég á náttúrulega heimann í bæ, ég hugsaði þetta og því að það var á stefnuskráni að vera úti allt sumar. Já. Og ég hugsaði, já, þetta var næs að leigja bara einhverjum útlendingum viku og ég græði ekki þetta að en ég má það ekkert. Nei, þú mátt það ekki. Nei. Það væri frekar illa séð, sko. Já. Já, ég get ímyndað mér þetta sé pirrandi fyrir leigusalan. Já, hún á náttúrulega bara að gera eitthvað í þessu. Nikka tikka. Já, við styðjum hann í þessu máli og að lokum þá það Sparkles sem að spyr hvernig fer maður að því að hætta að vera ljótur og feitur? Nei. Jú, þetta inn á blandinu. Og byrjuðu svarar einhver? Fyrsta svar frá Chris 1, 2, 3. Mér langar að heyra fyrst hvað þú segir. Hvernig fer maður að því að hætta að vera ljótur og feitur? Sálfræðings? Nei, menn það engin ljótur og feitur. Nei, nákvæmlega, þegar Chris 1, 2, 3 segir nefnilega þú kemst mjög nálægt því með því að brosa og vera glaðlegur. Já. Sko því að manneskja sem að póstar svona, hún greinilega ekki ánægð með sig. Nei. Þannig að þetta örugglega ekki líkanlegt sem að hrjá hana, heldur andlegt. Mér langar andlegt. að taka þetta fólk, þarna skapa barmakonuna á þennan Já. og faðma þau bara. Já, þau þurfa bara að fá faðmlag. Þetta svo góð lokaorð á Barnalandið hana. Já. Ef ekki bara að setja punktinn hér. Og já, og lega fólk hringinn. Já, hérna rétt á eftir má fólk hringja inn í 511-0957 í knúshotnið. Nei, hérna ekki það. Nei, knúskrókin. Knúskrókin. En fyrst örstuð skilaboð. Plata vikunar á FM 957 Starcrossed, önnur breiðskífa Þórunnar Antoníu. Starcrossed frábær plata sem þú verður að eignast og inniheldur meðal annars smellinn Too Late. Þjóðhátíðarleikur Wilsons Pizza. Taktu myndaðinn með Wilsons Pizza og postaðinn á Wilsons appið á Facebook og þú gæti verið á leiðin á þjóðhátíð með 3 bestu vinuðinum. Wilsons Pizza, sími 581 1515. Pepsi-mörkin í opinni dagskrá á Stöð 2 Sport. Allt það markverðast á leikjum 12. umferðar í Pepsi-deild karla. Pepsi-mörkin í kvöld klukkan 22. Stöð 2 Sport. Besta sætið. Það Pepsi sem færir þér Pepsi-mörkin á Stöð 2 Sport. Í varahlutaverslun Toyota Kauptúni eru allar vörur fyrsta flokks. Toyota Kauptúni, Garðabæ við hliðin á IKEA. Fabrikan verður á þjóðhátíð og þjóðhátíð á Fabrikunni. Fabriku grillbíllinn verður í dalnum á þjóðhátíð og að því tilefni verður þjóðhátíðastemning á Fabrikunni. Upphittun hefst á 5. Jón Jónsson mætir með gítarinn upp á 10. 5 léttir í fötu á gjafverði og við skutliði frýtt í bæinn. Hamborgarafabrikan. FM 95 Blö. Alla virka daga frá 4 til 6 á FM 957. Á FM 95 og það komin tími á að fara í knúshotnið, Anna. Knúskrókin, getur ekki læst þetta? Fyrirgefðu, knúskrókin. Númerið hjá okkur 511-0957 og hver eru reglunar? Bara að vera jákvæður. Já. Það einu reglan. Ok, að fólk á að hringja inn og segja bara, þú veist að
þú veist, það vill hrósa einhverjum eða vera jákvæður eða... Eins og ég get komið fyrsta. Já. Þarna, mér finnst svo gaman hvað það margt að gerast í íslensku tónlist og ég elska að hlusta það og ég elska tónlist.is. Ok. Og því að ég er svona, kaup mér inneign og kaup mér lög. Já. Og mér finnst það óslega gaman. Ok, þetta var fyrsta innleggið. Fáum að heyra nú í hlustanda. FM 95 Björg, góðan daginn. Góðan daginn. Góðan daginn, hvað segirðu gott? Bara fín. Er það ekki? Býttu, þú voru að kynna þig. Herru, Andra heiti ég. Sæll. Og ég vil bara byrja að segja, þú veist, að þið eru náttúrulega með frábæran þátt, sko. Takk fyrir það. Og hrósa ykkur, sko. Mikið gaman er það. Já, og svo vil ég nú eiginlega bara, þess að hrósa bara íslenska fólkinu fyrir að vera svona jákvætt yfir höfuð. Það reyna það allan í erfiðu árfæði eins og það er núna. Það hefur verið svona. Þetta er mjög gott innlegg, svona fyrsta innlegg í knúskrókin. Já, ef maður fer ekki inn á Bandaland, þá er þetta bara allt í lagi. Já, nákvæmlega. Þú sleppir Bandaland, þá er þetta bara í góðleið, sko. Já. Þetta er frábært. Já, en ég veist allan að íslenska þjóðin bara standa sig vel í því, þú veist, árferði sem við erum núna, sko. Já. Þetta er mjög gott að heyra. Við þökkum þér kærlega fyrir þetta góða innlegg. Já, takk. Takk fyrir það, heyrumst. Bye. Herru, þetta var nú gott innlegg. Já, og það er eiginlega ekki að toppa þetta. En svo má náttúrulega... Hvað, viltu ekki heyra í fleirum? Nei, þetta er búið. Jú, svaraði. FM 95 Björg, góðan daginn. Herru, góðan daginn. Góðan daginn. Herru, ég Nei, kynntu þig. Ég heiti Jón Þór. Sæll Jón Þór. Herru, ég hrósa kæristinni. Ok, hvað heitir hún? Hún heitir Birgitta. Birgitta, ok. Af hverju? Af hverju, því hún er svo falleg. Já. Er hún ekki líka góð og skemmtileg? Kannski er hann að meina sér fallega innan sem utan. Já. Já, ég er þannig það. Þetta er gott. Heldur hún sé að hlusta á þetta? Já. Já, ég veit, Anna, það er nú fátt romantískar en að hrósa kæristinu sinni svona opinberlega. Ég er abbó út í kæristinu þína. Já, takk fyrir það. Herru, við bara óskum ykkur mikillar gleði og takk fyrir þetta. Takk. Skellt á vart á hann. Já, hann fyrirgefur það. Já, herru, fólk er jákvætt og það er líka gott að þetta gerist á mánudegi, því að fólk er oft svona, maður er svona þungur í byrjun vikunar, sko. Já, maður bara þakka fyrir að vera... Já, áfram, ég er svo spennt. Já, veitu, FM 95 Björg, góðan daginn. Góðan daginn. Veitu, nú er eitthvað að klikka hérna. Allt og margir takkar. Já. FM 95 Björg, góðan daginn. Æ, skellti það á hana? Nei, ég skellti ekki, hún skellti sjálf. Ok. FM 95 Björg, góðan daginn. Halló. Halló. Hver er þar? Kolfinna. Kolfinna. Hæ, Kolfinna. Hvað ætlað þú að segja okkur jákvætt? Ég ætla að hýra Eyðilíf. Já. Ha? Takk fyrir það. Já. Við heyrum í fleirum. FM 95 Björg, góðan daginn. Snjón. Þetta er eitthvað þínum hugum. Þetta er pabbi. Þetta hljómar eins og pabbi. Þetta er jákvætt. Já. Þetta er jákvætt, hlátur og mjög smitandi. Mér reyndar líklega hann sé að drepa einhvern annan. FM 95 Björg, góðan daginn. Herru, þetta byrjaði alltaf vel, sko. Svo hringdu bara... Já, ég ætla ekki að segja það. Nei, við veitum öll hvað þú ætti að hugsa. Já, takk einn yfirbót. Já. FM 95 Björg, góðan daginn. Halló. Sko, ég gerði ekkert við takkana. Halló. Það er eitthvað að símkerfinu. En það? Það var einn yfirbót. Ok. Halló. Hæ. Hæ. Ætlar að hrósa? Já, ég ætla að hrósa Fjölni í A-liði fyrir bara fyrir að lenda í öðru seti á Eyjamótinu. Já. Það er mjög gott, það er ekki slæmt að vera í öðru seti. Nei. Já. Og byrju, Eyjamótið, það fótboltamót? Í fótbolta. Í pollamótið? Nei, já, heitir það pollamót. Það ekki? Við óskum Fjölni til hamingju og... Hver var í fyrsta seti? HK. Já, þeir fá líka hrós, eða ekki? Já, líka þeir. Glæsilegt, til hamingju með þetta og takk fyrir rósið. Já, bye. Bye. Og þetta gæti viðbútt? Já. Við erum sér þáttur til 6, skilur við. Hvað ætlar að taka fólk til 6? Já. FM 95 Björg, góðan daginn. Góðan daginn. Góðan daginn. Hvað segir þú? Hver er á línunni? Já, Guðjón. Sæll Guðjón. Vilt þú hrósa einhverjum? Já, ég vil bara hrósa góðu heilbrigðiskerfi á Íslandi. Já. Já, í alvörunni, byrja aðeins til að klappa. Út af því að það er það. Já.
Eða sko, ok, miðað við sumstaðar annars staðar. Já. Svo það kannski umlött miðað við annars staðar, ég veit ekki. Já, það hefur verið færst í aukana og verið orðið miklu betra núna. Já. Með tímanum, sko. Mikið kvarta síðust ár. Já. Mikið gert. Einmitt. En allt og mikið álag á greiðstarfsfólkinu. Já, það er bara eins og, sko, þeir líka svo mikið umhyggja, sko. Já. Sem fínt, sko. Maður fer með svo lítið sem ennusfólabólgur og ónæmis viðbröð, sko, til læknis. Já. Og þeir svoleiðis halda alveg utan þetta og... Það þú á læknavaktina eða hvað? Já, ég með læknavaktina fyrir heilsugæsla við það líka. Já, það er líka gott fólk sem vinnur á svona á spítulum yfirleitt og... Já. Við takk fyrir þetta. Já, takk. Yes. Herri, þetta er mjög gott. Við erum búin að fá fullt af góðum hrósum hérna. Já, ég vissi ekki að Pollamóti væri búið. Nei, þú ætlaðir að mæta? Nei. Nei, einmitt. Ég var ánægð, mér fannst fyrsti, hann sko startaði svo vel. Já, við hefðum átt að hætta eitthvað. Hrósaði, nei, við hættum ekkert. Hann hétt Andri. Já, nákvæmlega. Já. Hann hrósaði íslensku þjóðinni. En þú ætlar að hrósa? Ég vil hrósa þér hana. Takk. Fyrir að vera að gera fantagóða hluti. Takk. Bara í leik og starfi. Og fyrir að vera góður vinur og með hjarta á réttum stað. Ég er svo reiði framan. Og það er gott að tala við þig líka. Og ég er stoltur að ég eiga það sem vin. Takk. Anna, á það ekki vel við þig? Jú. Þú ert smá prímadonna. Það? Nei, alls ekki. Herru, knúskrókurinn byrjaði vel hérna án? Já. Nei, í alvörunni, þetta verður að gerast aftur. Já, þetta ætti að vera svona mánudagsliður, sko. Já. Hinn á mánudum, hvart hóðnið hana? Nei, ég held að sjá 50 dögum. Ég er ekki alveg með á hreinu. Já. Herru, hérna, sko, oft er ég með svona slúðurpakka, sko, svona í byrjun á þættinum. Eða við, auðviti, skilur. Hérna... Við glemdi það án út í Andri kom. Já, en mér langaði þess að vera með svolítið annað, sko, sem eða, þú veist, þetta er engin pakki, svo sem ég bara sá 3 svona skrítnar fréttir. Veitu, í alvörunni, ég ætla að logga út á Facebook. Ég er ekki einbytta mér, ok? Já, hættu á Facebook. Já. Þetta er vandamál. Herðu, hérna, sko, fyrsta, þetta eru 3 fréttir. Í fyrsta lagi, sem sagt, var maður í Oregon fylki í Bandaríkjunum sem að er núna í vandræðum fyrir að brjótast inn á 4 heimili, stal ekki neinu, hann var bara að brjótast inn til þess að skoða klám í tölvunni. Nei, er það heimilislegs maður? Nei, hann sem sagt, og hann er giftur og bara býr með konunni sinni, ég veit ekki hvort hann börn, en hann var að brjótast inn til fólks til þess að skoða klám í tölvunni það. En, ok, er þetta klám sem þau eiga eða bara til að fara á porn.com eða eitthvað? Porn.com? Nei, ég veit ekki hvað þetta heitir. Hérna, ég veit ekki. Veistu þú, hann getur að fara á internetkaffehús? Já, er það ekki eitthvað svo eitt? Ég reyndar sá einu svona, ég var á kaffehúsi og ég sá, þú veist, það var svona maður sem satt út í horni og var svona spegill fyrir ofan hann, sko. Nei. Jú, hann var sko klám, þetta var brennir Reykjavík. Nei. Jú, fullan á maður. Þú veist, er þetta ekki eitthvað sem menn vilja gera í svona einrúmi? Já, eða bara heima hjá öðru fólki? Já, eða bara, þú veist, er þetta ekki eitthvað sem menn vilja bara brjótast inn hjá fólki og gera heima hjá þeim? Já, ég meina, handtaka mannin? Svívirðing. Nei, en þetta svona hljómar eins og hann eigi eitthvað vandamálastrið. Já. Vonum að hann finni allt fólk í Bandaríkjunum, enn og hálf skrítið. Já, hérna er meira frá Bandaríkjunum, þetta er frá Florida. Það er, sem sagt, tvítug kona sem var handtekinn fyrir að slást við mömmu sína, eða berja hana, ég veit ekki hversu langt þetta gekk. Það gerði hún af því að mammenar var að sparka í bílinn hjá kærastanum hennar. Skilur þetta? Já, sem sagt hún kom að mömmu sinni, verið að sparka í bíl hjá kærastanum hennar. Já. En fylgir ekki fyrir þetta, lagði hann kannski fyrir bílinn hennar? Já, hefði hún þá mátt gera það? Já, þá sparka maður í bílinn henni fyrir og þetta er kannski ítrekkað búið að koma fyrir og alltaf loka hann inni þá hún kannski mætur að seint vinna. Svo getur verið að kærastinn hennar væri kannski 37 ára og ég veit ekki, hún er 20 og hann er kannski bara, hún vil kannski ekkert þessu kærastupar. Já, þetta eða sko, fréttin svona er svolítið þannig eins og hún hafi ekki alveg verið sátt við sambandið þeirra, sko. Já. Ég veit reyndar ekkert hvað maður var gamall, sko. En þá er hún bara kurteis mamman, í staðin fyrir að leggja hendur á hann, gera það á bílinn. Þetta er örugglega svona gaur sem dýrka bílinn sinn meira kærustunum. Það eru örugglega margir menn sem eru samt sko reyðari yfir að það sé verið að sparka í bílinn heldur en að það verið að sparka þig þá. Já, og hún veit það. Já, hún veit það. Já. Þetta mál hefur verið leyst. Svo er það að lokum. Hvernig var það leyst? Bara hún veit það, mest svo góður lokapunktur. Já. Hérna að lokum var þessast könnun sem sýnir fram á að konur eru latari en menn.
Já, hvernig var þessi könnun? Sko, hérna stendur reyndar í Þið er svo gaman að lista. Mér? Þið sko, fyrsta setningin segir reyndar konur eru kannski með hærri greindarvísitölu en þær, samkvæmt nýrri könnun, eru latari. Þú veist, ok, ég veit ekki alveg hvernig finna það út að þeir eru að vera latari, sko, en hérna það sýnir að sko 34% of women í 100... Gast ekki þýtt þetta? Nei, í 122 löndum eru óvirkar. Ég veit ekki alveg hvort þeir eru að meina þessi ekki að vinna eða hvað sko, ég veit ekki alveg hvað er meina með svo óvirkar. Já. Og meðan 28% af mönnum eru óvirkir innan gæðslappa. Hvað er verið að tala um kynlíf eða? Nei, ég held að það sé verið að tala um bara, þú veist að... Bara sem bara í lífinu? Nei, heyrðu, fyrirgefðu, það er verið að tala um líkamsrækt og hreyfingu. Já. Já, ég held fyrst að það er eitthvað svona vinnudæmi. Já, ég skil það alveg. Þær eru örugglega latari. Er það? Ég er alltaf latari en þú. Já, en við erum bara 2. Þú veist, það er ekki marktækt, sko. Nei, bróður minn er latari en ég. Já, hann er maður. Ég veit það, þannig að þetta meikar ekki sens. Nei. Já. Heldur að konur sé ekki latari? Ég veit það bara ekki. Ég veit það ekki. Bara asnalegt að flokka þetta svona. Já, þetta er alltaf asnalegt. Já, stundum er ég ógeðslega dugleg og stundum ekki. En þú ert alltaf yndisleg. Hættu! Nei, ég get það ekki. Herru, hérna rétt á eftir ætlum við að gefa plötu vikunar. Hvað er það? Það er nýja platan hennar Þórunnar Antoníu, Star Crust. Heyrðu, getum við spilað lagið hennar? Við getum það, en fyrst fáum við þetta samt. Taktu þátt í vegabréfaleiknum, en einn meira í leiðinni. Let me show you some stuff. I'm retired. Just for old time's sake. Warner Bros. Kynir The Dark Knight Rises. I'm telling you, you're retired. I'm retired. Dark Knight Rises, frumsýnd 25. júlí. FM 95 Bjö. Á FM 95. Hlusta á FM 95 Bjö. Á þessum mánudegi. Já, hvað er með, þetta? Á þessum mánudegi við verum með ykkur hérna til klukkan 6 í dag. 6 í dag? 6 í dag. Herðu, ef að gefa hérna plötu vikunar. Já. Star Crust með Þórunni Antoníu, vinkonu okkar. Hvað ringi bara ykkur inn? Já. FM 95 Bjö, góðan daginn. Góðan daginn. Góðan daginn, hver er þar með leyfi? Herru, Andri. Er þetta Andri sem áðan? Já. Nei, hvað átt skilið að fá þessa plötu? Vá, þetta eru örlög sko. Ég var einmitt að segja við hana Önnu að við hefðum bara að gefa andra plötun á hann, hún var með svo gott innlegg. Já, ég. En nú reyndar óttast ég að þú setja eini hlustandinn okkar, fyrst það er alltaf þú sem ringir. Það var skiljaði, þetta er góður hlustandi. Ég diggur hlustandi, en þá bara... Nákvæmlega. Þetta er nakki. Nakki. Herru, hvað heitir þú meirinn Andri? Andri Ingólfsson. Andri Guðmunds? Nei, Ingólfs. Ingólfsson, Andri Ingólfsson. Herru, þú mátt sækja þetta eintak bara frá og með næsta 5. degi hérna neyri Skattalíða því að platan er ekki komin ennþá. Heitir þú bara Andri Ingólfsson? Herru, það er ekkert bara, það er bara Andri Ingólfsson. Það eru 2 á Facebook. Róleg, Anna. Þeir eru tölvöld fleiri held ég, sko. Já, þetta er svona, Anna nefnilega er single, sko, þannig að hún er svona... Já, ég er ekki single, sko. Nei, látt af hann. Skellt á hann. Nei, heyrðu, varst að biðja konu þinnar og það er mynd af því? Já. Hvernig falli mynd? Þess vegna er Andri svona jákvæður, hann getur gefið konu plötuna í gjöf. Já. Já, náttúrulega. Og spilum nú... Hún er bara rosalega hjá sér en við hliðina á mér. Hún er mjög sætt. Já, mjög sætt Selma. Já, herru, takk fyrir það. Takk fyrir það. En hvað lærið þú út í Glasgow? Herru, Ég er að læra. Þetta er komið gott. Hvað ert að læra, Andri? Arkitekt. Arkitekt, ég fíl hennar gaur. Herru, ok. Takk fyrir þetta. Takk fyrir Vers. Þú ert rugluð. Hvað? Ég er bara að kynnast fólki. Hvað ert að læra þarna út í Glasgow? Finnst þér ekki merkilegt? Það sé bara eitthvað gaur hérna, sauma frá Íslandi, búinn að biðja konu sinnar og hann er bara að læra úti í hinu stóra heimi. Jú, mér finnst það mjög merkilegt en ég veit ekki hvort að hann er tilbúin að segja 1000 hlustenda FM 95 Björfræði. Hann hringdi inn, kallið minn. Já, en hann vildi fá plötuna af því að þetta laga meðal hans að finna á henni. Já. Þú varst að segja á félagar þetta? Já, þú ætlum að þetta morgun. Það ekki. Þetta er svona til að hreyfa sig við. Já, ég ætla að hreyfa mig á meðan. Þórunn Antoníu með lagið So High af plötu vikunar Star Crust. Ég kann ekki texta þessu. Nei, þetta er bara, þú ert bara með mjög fína rödd. Ég veist ekki að vera svona góð að syngja. Það ekki? Ekki bara glæsileg og skemmtileg. Ok, í alvörunni, ég er að fara valhoppa einn út. Er það ekki? Jú. Þetta er líka jákvæðni þáttur í dag. Já, ég veit. Sem er fínt á mánudegi. Og ég tala núna vel um þig.
Nei, þá er eins og ég hafi beðið að gera það. Ok, ég ætla að gera það eftir og þú veist ekkert hvaðan það kom. Ok, hvaðan kemur öll þetta jákvæða tal? Herðu, það sko styttist í lokin og þá spilum við oft lagið á leiðinni heim. Já, það er mjög skemmtilegt. Kannastu það? Bittu, þá má einhver velja og svo... Já, nema bara að það búið að velja lagið á leiðinni heim í dag. Sorry. Ég held að það væri 2 lög og svo eitthvað betra lagið. Nei, það er annað. Nei, ég veit ekki, þú ert að blanda þessu öllu saman. Það er út af því að þú veist svo mikið. Ok. Og þú varstu klár. Já, þarna kom það. Þarna kom ég ákvæðin. Nei, það sigurvegarinn í Reykjavíkumarathóninni fyrra sem valdi lagið á leiðinni heim í dag. Aha, hvað hljópa hann hratt? Mjög hratt. Nei, ég meina hvað var hann lengi að þessu? 2 klukkutíma og 40... Nei, ég man ekki eitthvað slags. Vá. Mjög góður. Hvað heitir hann? Hann heitir Arnar Pétursson. Er keppt í kvenna og kalla? Já, örugglega. Eða þú veist, það hlaupa allir saman, skilurðu? Já, en það er bara eitt sigurveri, hvort sem hann... Nei. Þú veist, eitt sigurveri hjá köllum og eitt sigurveri hjá konum. Já. Þannig að hann sest, en það er náttúrulega alltaf kallmaður sem vinnur þegar þeir hlaupa, eða þú veist. Já. Hraðar. Líkanlega svona. Þetta er kannski eitthvað svona hlaupalag? Þetta er nefnilega bara lag sem á mjög vel við núna, þú veist, þetta er svona mitt lag á leiðinni heim, maður vill svona hlusta á þeim á leiðinni heim, en þetta er mjög svona jákvætt og gott og svona, þú veist, og ég gæti einmitt ímyndað mér að setja þetta á hlaupaplaylista minn. Og veistu hvað í alvörunni, mér langar svo að fara upp á hústak og öskra svona, það er svo gaman að vera til! Og ég sé hvað ég er óþolandi. Myndirðu öskra með þessari rödd? Nei, ég var að reyna að gera eins og ég væri langt í burtu. Já, ég skil ekki. En ég myndi örugglega bara öskra eitthvað. Nei, ég myndi aldrei gera þetta. Já, en ef þú vilt sjá meira Arnar, þá getur þú hort á Íslandi í dag í kvöld, þegar ég tók smá spjalla sem hluta af marathón undirbúningum. Íslandi í dag? Já. Ert þú byrjað að vinna fyrir það? Já, ég er að gera marathón innslög. Ertu með puttan í öll? Ég er allstaðar. Hvar er ég ekki? Hvað heitir lagið sem hann valdi? Lagið heitir Only the Horses. Marathón lagið á leiðinni heim. Hvaða dans er þetta? Heyrðu, sjá hvað ég með, þetta er dansinn, þú tókst gefti, ég tók veskið þitt. Það kom með veskið mitt. Já, hvað er eitthvað ég sem má ekki sjá? Nei, ég held ekki. Við skulum núna aðeins fara í gegnum, má ég það? Já, þetta er sérst seðlaveskið mitt sem þú ert með. Já, ég er sérst búin að grípa seðlaveskið þitt. Segir maður ekki lengur seðlaveski? Jú, og ég ætla að segja ykkur hvað er í, vá, hvað flottur á þessari mynd. Hættu þessu. Nei, nú var ég alvörin að segja það. Ok. Þannig að þú reynda myndast mjög vel. Takk. Er þetta aukuskiptinu mitt? Þetta er aukuskiptinu mitt og þú ert... Mitt, eða ekki? Ég er ekki með aukuskiptinu þitt í veskinu mínu. Ég sagði þitt. Þú sagði mitt. Það? Ok, það er bara því ég vil. Nei, ég veit okkur, ég ætla að vera að segja mitt. Mitt aukuskiptin, það er svona gamalt bleikt, trúir því? Svona stórt? Já, ég var aldrei látið endun í það. Vá, hvað ertu gömur? Það duga til 2047. Shit, ok. Allavega, þú ert með aukbi, ok. Það ert ekki verið með það bara í svona hagkaupspoka. Ég tími bara ekki á til minnst það svo gaman. Hörðu, svo ertu með ólískort. Já. Hvað er það, til að kaupa bensín? Já, ég líka með nettkort. Já, og svo ekki með skelfingskort. Þetta er leiðilegt, ok. Þetta er svart veski, ég ætla að segja ykkur það. Þetta er svart og svona fínt og greinlega nýtt, eða ekki? Jú, ég fekk þetta er sérst, ef þú skoðar það vel, þá er þetta frá Tottenham klúbnum. Nei! Og sér þetta framan á svona Tottenham-merkið. Já, ok. Þannig að þú ert með þetta, svo hérna framan á ertu með 2 debitkort. Já. Eitt frá Íslandsbanka og eitt frá... Það er svona inneignakort. Ég er ekki í viðskiptum þar, sko. Nei, svo ertu í Landsbankanum með vísakortið. Já, ég er samt eiginlega eitthvað... Svo ertu með spil hérna. Vegamót, hvað er þetta? Góðu vinur, 500 kall bjór og léttín. Já, og afsláttarkort frá Vegamót. Og svo ertu með nokkra nótur. Já. Og svo ertu með miða á Spiderman. Já, ég hef eftir að fara á hana. Fyrir 2. Ég held sem ég með það fyrir 4. Hint. Já. Gæti búið mér. Viltu að fara á Spiderman? Nei. Og svo ertu með 1 nótu og þú ert með ótrúlega mikið nótum. Ég ætla bara að lesa eina. Það má ekki vera eitthvað persónlega nota. Ég veit ekki hvað ég er að kaupa. Í bónus? Þetta er mjög persónlegt. Bónus eldhúsrúllur, 1 nota bjórglös, bústglös, ég hélt smá partí daginn. Handsápa, hreingerningar. Það er alltaf að lesa allt sem ég keypti í bónus. Og þetta er óvart. Nói, hlauplakrís, kók, appelsín. Ég var að halda partí. Powerade, Kristall, Gatorade, bómullahanskar. Já, til þess að vaska, að því ég er ekki með uppþvottavél. Til þess að vaska upp, sko. Svo fæ svona, þú veist, ég þarf að setja það á mig áðurinn fyrir gúmmihanskana. Ertu með ónæmi fyrir gúmmi? Ég er ekki veit með ónæmi, en það er... Það er gott, þú ert ekki hommi. Ok, það var í alveg, ég held að ég hefði verið óslega sniðið að stela veskinu, en það er ekkert, þú ert ekki eins og með klín. Nei, en þú veist samt að veskið þitt er hérna í sko, ég get gripið það hér, sko.
Og ég að kíkja hverju veskinn hinu? Já, það eru örugglega merkilegri en þitt. Hérna er hárteygja. Hérna er kort með mynd af konu sem er ekki þú. Má sjá. Hérna. Já, þetta er vísakort sem ég stala daginn. Þetta er víst ég. Hérna er varalitur. Þetta er ekki varalitur, þetta er hérna ylva. Ég ætla að segja svolítið annað þér og segja þetta er ekki varalitur. Segi ekki hvað það er. Hérna er lyklakippa. Þetta er hundleðilegt veski líka. Já. En þú ert allavega með svona purse, ég er bara með sælaveski. Já. En þetta var ég að kaupa, þú veist, ég hafði svona stór glös á ylvatni. Já. Svo kannski ef maður fara að djamma eða eitthvað, þá er það hrætt þetta brotnar eða týnist eða eitthvað. Svo í vélinni heim núna gæti ég keypt svona lítið sem ég get sett ylvatn onni. Það er þetta. Ég skil þig. Þetta er ógeðslega leiðilegt. Já, ég held að þessi komið gott af veskjatali. Við ætlum að fá, held ég... Veldu þér 2 vikna tímabil í sumar inn á orkan.is og verðu á 7 króna afslætti allan tíman með orkulyklinum. Þannig verður hann orkulykillinn að ódýrara ferðasumri. Orkan. Allir mánudagar eru bátadagar. Bátur að eigin vali og Superdós á 999 krónur. Hröllabátar. Vantar ekki bara smá? Þú segir hvað þú vilt mikið og í hver langan tíma og sér strax hvað það kostar. Nú, það var aldrei sagt með það. Sendu SMS í 1902. Smálán.is. Ekkert stórmál. Fabrikan verður á þjóðhátíð og þjóðhátíð á Fabrikunni. Fabriku grillbíllinn verður í dalnum á þjóðhátíð og að því tilefni verður þjóðhátíðastemning á Fabrikunni. Upphitun hefst á 5. Jón Jónsson mætir með gítarinn upp á 10. 5 léttir í fötu á gjafverði og við skutlum frýtt í bæinn. Hamborgarafabrikan. Árið 1909 gastu ekki leyst krossgátu. Það skiptir þig engu máli. FM 957 er á enda. Já, það er leiðilegt. Finnst þér það ekki? Þetta er svo stutt, 2 tíma. Hvað værirðu til að vera hérna lengi? Ég geti verið hérna allan daginn bara talað. Nei, allan daginn? Já, kannski ekki alla daga. Nei. En ég get alveg tekið einu svona viku allan daginn. Ég tala rosa mikið. Sko, að stjórnum sem þætti eina viku, þú veist, þetta eru 2 tímar á dag, þannig að þetta eru 10 tímar yfir vikuna. Já. Væri samt alveg gaman að taka bara 10 klukkutíma útvarpsþátt og vera svo bara búinn. Já, einmitt. Það ekki? Ég meina, væri það ekki hægt? Svo klippa hann og senda hann út. Já, þú veist, ég veit það nú ekki hversu spennandi það væri, þú veist, að vera í, skilurðu, á föstudaginn að tala það sem gerist helgina, fattar Já, og þessi þáttur er alltaf svo on it. Já. Slúðrið er allt bara eitthvað. Slúðrið er bara leið á að gerist, sko. Þú veist, Mila Kunis og Aston Kutcher, þú veist, þau eru bara að sofa saman þegar ég segi frá því. Já, eða bara, þau eru ekki búin að þeim gera það eða heyra í þér. Já, þau heyra bjölla röddina. Herri, við skulum ekki enda þetta á suppulegum nótum. Bjölla, aldrei láta kalla þig bjölla. Ég hef oft verið kallað bjöli. Ok, nú ætlum ég að vera hreinskilin, það er hræðilegt. Ég veit það, það er fyndið. Bjölli bjallaði á mig? Já, það er ógíslegt og það er fyndið. Hefur þú aldrei verið köllum neitt? Jú. Það er svona ef maður heitir eitthvað svona eins og Anna, sem er stutt og laggott og algengt. Svabba, Ask. Já, Svabba er það ekki ógíslegt? Jú, það er hræðilegt. Það er miklu ógíslegri en bjölli. Og Ask er stundum kallið. Sko, þegar ég heyri nafnið Svabba, þá sé ég bara fyrir mér, já, ég er ekki svona lýsa manneskinu. Frænka mín sagði alltaf Svabba, lúsa frænka. Ok, það er kannski alveg allt í lagi. Já. En þetta er eitthvað, Svabba er að koma í partíið, eru búin að panta landa, fyrir söppu. Og heyri svona, tilappa. Já, er hún svona feit? Já, Svampa. Já, ok, þetta er búið. Ok, Bjölli minn. Hvað ætlar að gera í kvöld? Í kvöld? Herri, ég ætla að vera bíópartís. Ok, á hvaða mynd? Ég var að spája að fara Bernie eða eitthvað Red Lights eða eitthvað hana. Já, ég hef séð hvoruga en ég hef heyrt að Bernie sé betri. Þá fer ég á hana. Já, ég ætla hins vegar að fara að bæra beint út að laupa. Svo duglegur. Ég veit það. Þú ert líka með flottan ras. Takk, það hættu þessu. Herru, takkið vel á móti Frikka Fríkór sem kemur inn og verður með ykkur til klukkan 9 en við annars á að þökkum fyrir í dag. Verið sæl og sjáumst á morgun.